að hér er hægt að nálgast nýútkomið menningartímarit Kópavogsbæjar. Og það er 59 sem að félagsheimili er vígt, en þegar þeir atburðir sem hér verður sagt frá er að gerast 1980 þá lítur þetta svona út. Og þá sjáum við að það er búið að byggja Hamraborgina, félagsheimili er enn þarna á sínum stað, en allt þetta hér er ekki komið ennþá. Þetta er bara ein bensínstöð sem var hérna. Og já. Þessi kassi þarna er nýlegt viðhengi við Hamraborgina. Þetta var ekki hérna skulum við bara að okkur í hjúkralaugina og fara inn í gettóið. Hérna plassi við félagsheimili. Og hér var inngangurinn í gamla daga. En nú hefur þetta verið breytt. Og þetta var sem sagt mikið bæjarprýði þegar þetta var sett hér upp og vígt 1959. Þá var Kópavogur í mikilli uppsveiflu og yngsta bæjarfélag landsins og bjuggu hérna 5.000 manns. Mestmegnis ungt fólk með fullt af krökkum. Þannig að þetta átti að vera aðstaða fyrir leikfélag Kópavogs og alls konar fundi og mannfagnaði, bingo og svona alltaf bíóið. Og það var sem sagt Kópavogsbíó sem var í þessum sal sem allt gerðist í. Hann tók 300 manns og fyrsta myndi sem var sýnd þar var auglýst svona í blöðunum. Fyrsta almenna bíósýningin var 3 dögum eftir opnun. Þá hófust sýningar á hinni gullfallegu og skemmtilegu frönsku cinemaskop-liðmynd Úr lífi Parísarstúlkunnar. Voru hérna á hliðunum og þetta var ennþá þegar pönkið skall á. Svo á einhverjum tímapunkti þá var gerð röð fyrir miðju. En þetta leit cirka svona út þegar atburðir sem hér verður lýst fóru fram. Kannski helst ber að nefna söngvarann Valgarð Guðjónsson og trommurleikarann Stefán Karl Guðjónsson, þeir eru ekki bræður. Og þeir fengu einhverja stráka með sér til að spila hér, Sex Pistols lögin. Og þannig bar við að einn vinur þeirra hefði komið frá Bandaríkjunum með einhverja gráður og próf upp á vasann, en fékk þær ekki metnar hjá Ingólfi A. Þorkelssyni í skólameistara MK. Og þetta lagðist náttúrulega mjög illa í alla vinina og náttúrulega hann sjálfan. Þannig að textunum þeir fjölluðu allir hversu Ingólfur væri vondur maður og hvað þetta væri nú illa gert. Þannig hófst pönk á Íslandi. En eftir þetta þá voru strákarnir komin í stuð og héldu áfram að spila og fóru að semja sín eigin lög og svona og fengu stundum að spila í pásum, í klúbbnum hjá okkur hljómsveitum. En var vægast sagt mjög illa tekið. En svo gerist það í nóvember 1979 að fyrsta Ragnarok hátíðin er haldin á Íslandi, hér í þessu félagsheimili. Og þar koma fram fræblarnir, hljómsveitin Snillingarnir, unglingahljómsveitin Exodus og Kristján Hreinsmögur, eða Kristján Hreinsson, eins og hann er þekktur í dag.
Ég var hérna sjálfur aðeins farin að þefa af þessari músík en fannst samt lítið til koma og náttúrulega miklu betri hljóðfæraleikar í Dire Straits og Messoforte. Það var nú ekkert merkilegt, fannst manni. En fyrir áeggjan vina þá mætti ég hér á svokallað soundcheck daginn áður og sat hérna einhvers staðar í salnum og beið þess sem að verða vildi. Og þá komu þessir menn hér á sviðið, þetta hljómsveitin Snillingarnir. Ekki mjög greinileg mynd, en hérna eru þeir sem sagt að halda á Árna Daníel Júlíusinni. Þeir Steinþór og Árni höfðu komið í bæinn frá Akureyri og verið þar að pönka smá og svo komið hingað. Og þarna eru félagar sem átti eftir að vera meðlimir í Fraflunum. Og mér fannst þetta bara nokkuð gott hjá Snillingunum og þetta var reyndar þegar ég voru í lopapeysum, það fannst mér nú kannski ekki svo sérstakt. En svo kemur næsta band í soundcheck og það eru Fraflarnir og að þessu tilefni höfðu þeir stolið læknasvottum á Landspítalanum og voru allir í því og voru hérna með jafnaldra minn, hann var kominn á gítar, Ari Einarsson og þarna sjáum við Valla á steppa og svo var þarna Þorsteinn Halldórsson á bassa. Þarna var ég í einu orði sagt algjörlega, þarna breytist lífið og það var allt verið á miðlunni síðan. Ég fór náttúrulega inn í skúr, að æfa, búið til músík og hérna bara hófst þetta allt saman. En ég skilst að við getum komist inn. Jú. Eða reyna að komast inn og sjá hvað er eftir af þessu. En við erum víst í félagsheimili Kópavogs. Ég veit ekki hvaða starfsemi fer hér fram í dag. En Frístund fyrir svona eldri börn með fatlaða. Já. Hérna sjáum við miðasöluna eins og það var hérna 1980. Hún hefur líklega bara... Snúa. Já, ekki? Hún hefur líklega bara verið svona sirka hér. Svo einhvern veginn gekk maður hérna inn í salinn og hann var svona hallandi niður, svo svið og svo fyrir aftan var leikfélagið með þessa hefðbundnu svona spegla með ljósum og leikararnir voru að snyrta sig og svona mála sig og svona þegar pönkarnir koma þá náttúrulega máluðist þeir sig líka með dótinu frá leikfélaginu. Ég þarf örugglega verið líka að flýja þannig að píanó því ég þekki alveg fullt af svona tónlistarmennum sem voru alltaf einhver leikfélögin að spila. Já. Þegar voru ekki leikfélögin. Já, gott ef ekki, var einhver flýið sem var svona snarlega ítt í burtu. Já. Og farið, svo hann ekki brotið. Já. En það var hérna sem sagt 12. apríl 1980, 5 mánuðum eftir þessa fyrstu Hrafnárrock-hátíð og þá var ég búinn að æfa upp prógramm með hljómsveitinni Dordinglar og einhvern veginn fengum við að spila með Fraflunum og fleiri á tónleikum sem voru kallaðir Heilbrigð æska og það var sem sagt hér var snúið út úr einhverju svona velvakandagrein sem að var verið að ég hef nú reynt að finna þessa grein en ég hef ekki fundið hana. Það er væntanlega einhver gamall leðilegur kall verið að setja út á unga fólkið. Og hér var sem sagt boðið upp á 4 hljómsveitir. Það var Kólusus sem var minnir að hafi verið gítarleikarinn sem var síðan í þetta var svona krakkar úr Breiðholti. Björk var í þessu á tímabili en var ekki hér.
Svo var það mín hljómsveit, Dordinglar. Svo var það hérna ný hljómsveit sem hét Utangarðsmenn og voru að spila sína 3. tónleika. Þessi 2 á undan höfðu bara verið eitthvað svona smá ómerkilegt fyrir einhverja vini. Og svo áttu sem sagt að koma hlé og svo áttu fræflarnir að slúta þessu. Og ég var hérna mættur morguninn. Þetta voru tónleikar sem byrjuðu klukkan 14 og voru því aðgengilegi fyrir alla. Ekkert vínselt. Var hérna mættur morguninn alveg að deyja úr stressi náttúrulega. Það er fyrsta skipti sem ég spilaði opinberlega. Og fór mjög oft á klósettið. Og var bara við það að gefa bandan. Og þarna voru sem sagt þessir mjög svo suddalega töff menn sem voru utangarðsmenn. Það var náttúrulega þessi Bubbi Mortens, það var einhver náungi bara sem hafði verið að vinna í fiski og verið að taka upp plötu þarna í nokkra mánuði undan. Og einhverju 2 kanar með honum, einhverju Pollock-bræður. Mike og Danny, þetta leit allt svakalega út maður, allt í leðurjökkum og með vöðva. Svo var einhverju menn frá Raufarhöfn, einhverju Magnús og Rúnar. Þetta var bara rosalegt. En fræflarnir, þeir voru svona meira kammo við litlu strákana. Ég var 14 þarna og við allir. Og þeir voru svona, jæja, hvað eru þið að gera? Já, búin að æfa lengi, já. Eitthvað svona, en Bubbi og félagar náttúrulega bara yrti ekki á mann og voru svaka, töff og kúl. Reyndar þá var ég þess heiður aðnjótandi að Bubbi var að reykja upp á sviði og vantaði eitthvað til að drepa í, þannig að ég kom svona með mikla kókflösku handa. En allan að giggi byrjar og við alveg að deyja úr stressi, spilum þessi 3 lög. Það voru lagið Ég er aumingi. Það var sungið, svo voru 2 instrumentalög, Disco Drull og ferðabandslík lag. Þetta var svona sæmilega tekið í þetta. Jæja, og svo koma þessir utangarðsmenn og það bara kjafturinn á öllum bara rann niður á maga þegar þeir byrja. Hvílíkur kraftur og allt svona erlendis með svona flott hljóðfæri sem að hér höfðist eða varla sést hér, einhver svona Fender, gítara og rosa töff og Bubbi náttúrulega alveg brjálaður á sviðinu, gengur hérna upp og niður svið og geifla sig og náttúrulega bera ofan eins og ekki í pop, þannig einhvern tíma sé mynd á honum. Og það er bara hreinlega, þetta er bara breakthrough, algjört breakthrough fyrir utangarðsmenn og hann var hérna á staðnum hann Jónatan Garðarsson og skrifaði langa gagnrýni í Þjóðviljann þar sem að Bubbi og utangarðsmenn eru hafið til skýjana sem hinir nýju konungar íslensks rocks og þetta náttúrulega endar á því að það slitnar strengur hjá Mike Pollock á Telecaster gítar og hann verður fígur í hann, hann stútar gítarnum á sviðinu og allir bara stopp! Og allir höfðu bara sem hann horfaði höfðu náttúrulega bara gefið fötin til að fá hennar gítar. En má segja að Bubbi stimpli sig inn sem hinn nýji leiðtogi íslenskrar rockmenningar eða punks eða hvað við köllum þetta. Svo var aumingja fræflarnir þurftu að koma fram eftir sér og að reyna að selja plötuna sína sem var þá nýkomin til landsins, fyrsta punkplata Íslandssögunnar. Þessi litla hvíta, þau höfðu gegnum Einar Örn Benediktsson sem var ekkert byrjar að spila á þessum tíma, hann var kynnir á tónleikunum. Í gegnum hann höfðu kynst einhverju mann í Sheffield og sendt honum upptökur. Og svo bara leið og beið og þessi plata kom eitthvað hálf ári síðar og þeir höfðu aldrei séð hvernig hún átti að líta út og það var sem sagt raskat sem blómið var stungið í, svona fræflarnir og þeir bara aftur það voru að selja þetta sem sagt á þessum tónleikum og komu svo
upp á svið og Jónatani finnst nú lítið til koma. Segir að margir hafi farið eftir utangarðsmenn. Aðrir tíndust inn í salinn og komu sér fyrir því að fræknarnir voru að hefja tónleik sinn. Það sem má telja fræknarnum helst til tekna er að Spakur spíugjafi, alias Valgarður, hefur líklega öðrum fremur átt stærstan þátt í því að ungir tónlistarmenn eru farnir að reyna sér í pönkum í bylgju, alveg satt. Annars erum við að prófa þetta aftur eða... Gjör ekki bara með lappinni? Svo beðið bara við símann og það var hérna en þetta er röddin! Ó nei, þetta er nýbyggjuhjósið! Þarna var þú því að held ég hafi mætt þarna nokkrir í pröfur. Þar á meðal ung stelpa, sem var samt aðeins eldri við, sem hafi verið að syngja lengi og var svakalega feimin en átti mjög góða vinkonu sem var alltaf að hvetja hana til dáða og hún bara, þegar þessi Rödd Óskars auglýsing kom í blöðin þá setti vinkonan bara söngkonunni stólinn fyrir dyrnar og sagði bara þú ferð í þessa pröfu eða ég hætti að vera vinkona þín. Þannig að þær mættu þarna tvær, vinkonan og Sigga Beinteins sem að hér má sjá í annarri myndinni af hljómsveitinni Geðfró vera að syngja. Þetta var sem fyrsta bandið sem Sigga Beinteins var í. Það var hérna aðeins í lögum. En hún var nú ekki nóg mikið nýbylgja fyrir minn smekk, þannig að hún var stoppaði stutt. Jæja. Þá held ég að við ætlum að labba hér í undirgöngin. Hvernig förum við þangað? Við fylgjum þessum mönnum hér. Það er ekki bara hérna í klæk, þarna? Nei, við erum með menn. Já, þeir eru bara lengjurleginu. Það þurfa að vera menn til að opna fyrir okkur. Þetta er stórviðburður. Ég er aldrei komið á þetta bílastæði. Þetta var svo þér þegar ég var krakki sko að leita þig. Svo lókum við. Góða ferð, vinir mínir. Hafa það gott. Sleppum ekkert héðan. Það var ekki svona göng þannig í vestan. Þetta sem var maður í vestan frábært þetta sem að öskudag sem getur allir krakkinu og bara ekki landleiki það eru bara fjóra lyktir Fúkalyktin er ennþá hérna.
er bara svona Berlínar múr. Það kom þarna inn og þurfti því að labba hérna alltaf leið, bara 200 metrar eitthvað, eftir þessu göngum, til að komast þarna í skiptistöðuna sem var þarna. Og eins og gefur og skilja var þetta náttúrulega viss að hanga át fyrir krakka sem gáttu hangi hér með sín eiturlyf, aðalega jötungrip í bréfpoka. Og oft í annarlegu ástandi sem að maður, ég man nú ekki eftir að hafa orðið fyrir einhverju aðkasti hérna. Þetta var samt aðalega svona yngri krakkar en ég og þetta var eiginlega aðeins seinna heldur en 80-81 eða svona já. Og svona alla 9. áratuginn þá var, eða fór mjög slæmt orð af þessum stað. Þið kannski sjáuð af hverju. Þetta graffiti var ekki svona flott þegar ég var hérna. Já, hérna í gamla daga. Hefur bara hlaðist upp yfir áratugina. Þetta er samt allt lokað núna og ég hef ekki hugmynd hver framtíð þessa staðar er. Samt ótal möguleikar sem að mér dettur í hug sem að var hægt að nýta þetta í. En sem sagt, það var voða fátt í Kópavogi sem að svona ungt fólk og allavega fólk með svona áhugamáli eins og ég hefði sem var bara punk og nýbylgja. Og þess vegna þurftum við ofta að fara til Reykjavíkur til að fara í plötubúðir. Það var engin plötubúð í Kópavogi nema Tónsborg í Hamraborg, mjög léleg plötubúð, ekkert að viti. Þannig að maður var alltaf að fara í bæinn í strætó, Kópavogsstrætó og það þurfti maður að fara hér. Ég sniffaði aldrei lím, hef aldrei sniffað lím. Og gerir vall úr þessu, en við strákarnir í Svarthvítum Draumi, við keyptum mikið landa, vorum mikið í því. Það var svona upp úr 12 fór maður að vera fullur. Og 12 á miðnætti sem sagt? Nei, 12 ára aldur. 12 ára aldur. Vá! Það er bara eðlilegt. Og einu sinni, það er mjög eftirminnilegt, þá vorum við að æfa í bílskútum hjá Haug í Vesturbænum og brugguðum bjór og hann var 16%, kannski ekki alveg tilbúinn en við settum hann samt á 5 lítra rauðvinskút og tókum kútinn með okkur hérna í strætóinn, ætlum að fara í bæinn með kútinn og orðið algjörlega sturlaðar og brennivínsdrykkju. Þannig að kvöldi endaði þannig fyrir mig að það var einhver náungi á glænýjum bíl sem var nýbúinn að taka plöstinn af sætunum sem að keyrði mig heim. Ég náttúrulega þakkaði fyrir mig, góður slummu yfir allt baksætið hjá aumingjamanninum. Svo fór ég heim til mín á Álaseginum, dó í fatahenginu og átti hræðilegasta dag lífsins daginn eftir. En þetta var þannig ekki lím. Og þá á þessum nótum held ég slúkti bara þessari töngöngu. Eina spurningu. Já. Hvenær lokuðu göngin? Já, nú bara veit ég ekki. Hvenær lokuðu göngin, herra utanamaður? 84. Ok. Hvað kemur alltaf það graffiti núna? Kemst fólk hérna inn til að graffa veggina? Er það gamalt veggjakrót? Nei, það er dagsetningarna. Allt veggjakrót frá 94. Greinlega göngstóla, eru þau hér? Að kveikja ljósinu. Gott að hafa það komst að skila það fyrir þetta.
Þetta